heyrðu, nú ætlum við að ræða pólitískt ástand í Bandaríkjunum og áhrif þess á heiminn. Við höfum nú gert það hérna oft, en við vorum eiginlega ákveða það að vera hérna á miðvikudögum alltaf með, við getum kallað bara Trump News, og hingað komin hérna til að ræða þetta í dag. Það er Ólafur Þór Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, Þorsteinn Þorgeirsson sem er hagfræðingur og Friðjón R. Friðjónsson sem er borgarfulltrúi. Og þetta er eiginlega Friðjón að kenna því að við vorum að ræða Trump hérna á sunnudaginn og vorum síðan að ræða það hérna frammi við hann og Svein Mána að við ættum að gera þetta svona reglulega að reyna að greina þetta breytingar sem eiga sér stað í Bandaríkjunum með eitthvað svona reglubundum hætti og við ætlum að fá hingað á miðvikudag svona ólíka hópa fólki koma á, þannig að verða aldrei eins uppstilling. En hugmyndin er svo að það séu svo mikla breytingar í Bandaríkjunum að við þurfum svolítið að fara skipulega í gegnum það. Já, ég skal viðurkenna það að ég bjóst aldrei við því að vera í dagskrárgerð á Samstöðinni. Nei. Þetta er bara opið og lýðræðislegt. Þetta er bara byrjunin á breytingum og þínum ferli. Við höfum reynda tekið hérna, eins og stundum komið fram, þá tökum við það sem við kallum óskalög. Þetta er ég tekið Helgi Spjöll og fleira við eitthvað sem að bara skoraða á mig að gera og ég er bara hlýði, ég er í þjónustustarfi. Herðu, en Friðjón, af því þú varst inn á sunnudaginn. Já. Og það er svolítið kostulegt að bara á þessu dögum sem eru liðnir, sem er bara 2 heilir dagar, Já. þá hefur bara umtalsvert mikið gerst frá heimilu Trump. Já. Ríkið lokaði í gær, eða í nótt. Já. Þannig að hérna sem gerist nú ekki, gerist stundum og er svolítið svona, það er eitthvað sem að okkur finnst skrítið að hugsa að bara að ríkisstarfsmenn, það er að segja alríkisstarfsmenn og þetta er auðvitað sko, við erum með bæina, sýslurnar, ríkin og síðan alríkið og þetta eru alríkisstarfsmenn sem eru sendir heim án launa og meira sér þeir sem eru sko, sem verða að vinna áfram, þeir fá ekki greitt á meðan að þeir eru að vinna í lokun vegna þess að launadeildin er send heim. Þannig að lögreglumenn og þeir sem vinna svona þjóðaröryggismálum og eða sem ekki lögreglumenn heldur svona þeir sem vinna þjóðaröryggismálum og svoleiðis, þeir eru ekki sendir heim. Þannig að þeir fá ekki borgað. En þeir fá ekki borgað á meðan stendur, þeir fá greitt eftir á. Og það sem er sko, eitt sem er áhugavert í þessu er að við bíðum eftir tölum frá Hagstofu þeirra Bandaríkjanna vegna þess að það er vaxtaákvörðun fljótlega. Þetta er hljóma eins og Ísland og menn vilja lækka vexti og en það er búið að senda sko Bureau of Statistics heim þannig að þeir fá ekki, þannig að Seðlabankinn fær ekki statistíkina til þess að taka ákvörðun hvort það er að lækka vexti eða ekki. Þannig að það er ýmis áhrifin sem það er lengi. Þetta er stál í stál svolítið. Ég meina, demókratar segja að sem sagt, fjármögnun, Medicare og Medicaid, sem sagt, sjúkratryggingar fyrir þá sem eru fátækari og þá sem eru eldri, rennur út áramótin. Demókratar vilja að sú fjármögnun sé framlengt, meðan að republikanar eru tilbúin til þess að framlengja fjármögnun ríkisins í 7 vikur. Þannig að það er ekki eins og þau sé að tjalda til margra nátta og hvorugur vill gefa sig þannig að þetta gæti varað. Þetta er eitt, í gær var það stríðsráðherrann, þetta er ekki lengur varnarmálaráðherra, það er stríðsmálaráðherra, Pete Hegseth hélt frumræðu yfir yfirmönnum hersins og Trump á eftir, þar sem hann fór yfir. Það voru mörg tíðindi þar, hefðu þótt tíðindi allavega áður ef að varnarmálaráðherra eða forseti hefðu talað svona yfir hernum. Daginn áður var síðan kynnti Trump tilboð til Hamas-liða sem hann gerði í samvinnu við Netanyahu. Þannig ég er bara að benda á að þú veist þetta eru hótaði að lofa eða hvernig sem menn vilja þetta senda herinn inn í Portland, Oregon. Já. Og var að segja í ræðunni að herinn ætti að æfa sig á borgunum í Bandaríkjunum. Að því að við erum að stilla þessu svona upp, það er svo endalausar fréttir sem að koma og það er meira, sko, það var alls konar fréttir. Hvernig, þú er nú stjórnmálafræðingur, hvað er að gera í Bandaríkjunum? Já,
Ég vil kannski segja fyrst sko að ég kenndi bandarísk og bresk stjórnmál áratugum saman, sennilega hefur Friðjón verið hjá mér. Já. Og Og þú getur hent því pensumi núna. Núna hef ég komist að því síðustu 5 til 10 árin að eiginlega allt sem ég var að kenna svona grundvallarreglur, skráðar og óskráðar í Bretland og Bandaríkunum, að það bara vitlaust, það bara rangt, það að segja að það gildir ekki lengur. Og það sem að nú megin áhyggjuefnið held ég fyrir okkur sem erum hallir undir lýðræði að í fyrsta skipti í meir en 200 ára sögu Bandaríkjanna þá eru bara mjög alvarleg teikn á lofti það að frjálslynd lýðræði gæti liðið undir lok. Það hefði aldrei hvarflað að manni að það gæti gerst. Hver eru þau tákn? Það í rauninni þau eru margvísleg. Í rauninni þá hefur Trump nú á seinna kjörtímabilinu, því að hann kemur miklu betur undirbúinn. Hann hafði sem sé á fyrra kjörtímabilinu, þá vildi hann gera alls konar hluti, en þá hlýt hann því sem hann kallar djúpríkið. En við hinir köllum embættismannakerfið eða þegar ég var strákur var þetta bara kallaði establishment, það að segja að embættismennirnir og kerfið sem sé hafði hemil á Trump. Núna kemur hann vel undirbúinn og gefur skít í það allt saman. Og nú sjáum við hvað gerist þegar að populisti sem að ekki á nokkurn hátt haminn af því sem að margir tala illa embættiskerfið, hvað þá gerist. Þannig að þeim sem er í nöp við embættiskerfið, ég bendi þeim á að horfa á hvað er að gerast í Bandaríkjunum. Þegar að þeir eru... Hver eru þau tákn? Er hann ekki bara að taka til eins og hann bauð sig fram til þess að koma hérna sem svona outsider inn í Washington og hreinsa til í Bucktown? Hann er að taka til á svipaðan hátt á Mussolini og Hitler gerðum. Á sínum tíma maður á nú að vera mjög varkár þegar maður ber saman millistríðsárin og það sem er að gerast núna, því að menn ofnota það oft, en það er fleira og fleira sem að minnir mann óþægilega á það sem var að gerast í Ítalíu og Þýskalandi á millistríðsárinu. Og þú segir það núna, Ólafur. Dæmin eru... Fyrir hálfu ári þá hefur ekki tekið svona djúpt í árinni. Nei. Fyrir 5 árum hefur ekki gert það. Fyrir 5 árum hefur ég talið það gjörsamlega óhugsandi. Þannig það er eitthvað sem er að gerast núna sem að veldur því að tala svona. Nákvæmlega, og það er að fjölmörgu að taka. Við getum bara nefnt nokkur dæmi, það er sko botlaus fyrirlitning Trumps og reyndar republikanna, því að þessi þróun hefur verið að eiga sér stað í republikanaflokknum, ekki bara með Trump, heldur eiginlega alveg frá 1990 hafa sem sé ýmis teikn verið í þessa áttina, þó það fjarri því að það hafi verið eitthvað svipað núna. Dæmi er sem sé botlaus fyrirlitning á vísindum, sú hugsun að það séu ekki til neina staðreyndir, bara gildi eða values, og það þurfi ekki að taka neina upplýsta umræðu. Mér sýndist nú daginn að Trump ætlaði ekki bara að fá Nóbelsverðlaunin í friðarverðlaun Nóbels, þetta ætlaði hann líka að fá Nóbelsverðlaunin í læknisfræði. Það sem hann var að segja þarna með Robert Kennedy var náttúrulega bara yfirgengilegt. Nú, Paracetamol myndi valda einhverfu í fóstrum. Ég meina bara rugl. Hann sko ofsækir frjálsa hugsun í háskólum. Hann nýðist á þeim sem minna vega sín í samfélaginu, talar í rauninni sko ummæli hans sem að er ekki hægt að kalla neitt annað en rasísk, og nú venjulega þegar þau eru viðhöfð í Bandaríkjunum, þá það nú venjulega sko gert á einhverju dulmáli. Það nú alla lengur. Og þannig sem sé embættiskerfið hefur verið tekið úr sambandi. Hann safnar í vegna þess að það nú mikill fjöldi embættismanna sem að fylgja forsetanum. Hver forseti skipar sína eigin sveit embættismanna. Hingað til hefur það allt gengið mjög vel. Það eru meira pólitískir embættismenn sem eiga að hjálpa forsetanum til að framfylgja sinni stefnu. Og það sem hefur hins vegar einkennt bæði demokrata og republikana þegar þeir velja þannig embættismenn, pólitíska embættismenn, sem að hætta nóðibeni þegar forsetinn hættir, að þeir hafa upp til hópa valið hæft fólk. Núna hins vegar held ég að flestum byrja saman það að hirðin sem að Trump hefur í kringum sig, bæði í ríkisstjórninni
og annar staðar bara upp til hópa gjörsamlega vanhæfir einstaklingar og það hefur ekkert að gera í sjálfu sér með stefnumið, þetta bara fólk sem hefur ekki hæfni og þetta síðasta sem þú nefnir sem að minnir á millistigsárin að það mjög ógnvekjandi þegar að forseti Bandaríkjanna fer að beita hernum í innanlands og við munum nú að svo verðum við náttúrulega að muna það líka að Trump reyndi valdarán í janúar 2020. Það ekkert annað en tilraun til valdaráns og mér minnir að það hafi verið þá sem að var það ekki leiðrétting þá ef ég man ekki rétt að gott að það var ekki æðsti hershöfðingi Bandaríkjanna. Hann var þá á beinu línunni við kollega sín í Kína til að fullvissan það að það væri ekki allt að fara í rugl í Bandaríkjunum. Og á þeim tíma sem sé, þá voru greinilega einhverjir herforingjar sem voru tilbúnir til þess að reyna að venda lýðræðið og hafa vit fyrir Trump. Þannig að það, og ég var meira að segja að sagði stundum að það sem að helst gæti komið í veg fyrir einhverja ólýðræðislega yfirtöku Trumps og félaga á Bandaríkjunum væri kannski á endanum herinn. En nú hann búinn að hreinsa líka þar til. Það nú eftir að koma í ljós hvernig herinn tekur í þessu. Maður verður að hlusta á viðtöl við svona fyrrum hershöfðingja sem hafa málfrelsi. Já, þeir hafa enn málfrelsi. Og maður getur sér til það hvort að þetta endur varpi afstöðu yfirmanni í hernum. Ég hef enga trú á því að þetta endurspegli afstöðu yfirmanni í hernum. Og gömlu hermenninni, gömlu herforingjarnir geta bara sagt það sem satt. Ég ætla að þeirra sjónarmið séu lík þeim sjónarmiðum sem eru meðal yfirmanna í dag. Já, ég veit það náttúrulega ekki, en mér finnst það mjög líklegt. Og ég veit ekki hvernig herinn getur brugðist við. Hún ber náttúrulega hlýða yfirbóðum sínum. Já, en þetta samtal sem ég var að vísa til mig minnir að það hafi verið hann hvað hann heitir nú, ævisagnahöfundur, Sá sem alltaf gefur út bara einu svona ári bókum Trump. Já, ætli það ekki. Já. Það Woodward. Hvað hann heitir. Það Woodward. Sem var í Ótavélskólanum. Hann var með einhverja bók, en ég man eftir þessari sögu. Að í rauninni, herforinginn sem að talaði þarna beint við Kínverjan, hann var náttúrulega að bregðast skyldum sínum við forsetann. Hann gerir ráð fyrir formlega, hann mátti ekki gera þetta, hann gerir það fram hjá forsetanum og hann gerir það náttúrulega vegna þess að hann telur enn meira í húfi, það að segja bandarískt lýðræði. Já, en hermenn eins og þeir hafa bent á margir hverjir, sérstaklega þessi sem eru fyrrverandi, þeir sverja eið til stjórnarskrárinnar, ekki forsetans. Já, nákvæmlega, akkurat, já. Þannig að það meiningamunur og merkingamunur þar á milli. Þorsteinn, þú hefur komið til mín og verið að tala efnahagsstefnu Trump og verið einn af fáum sem hafa gefið henni séns, ekki vera að verja hana, þú ert ekki að taka undir allt sem að Trump gerir. Þessi ræða sem að Ólafur að flytja, finnst þér hún vera svona dæmi hvernig andstæðingar Trumps tala hann til þess að grafa undan svona möguleikum hans að ná sínum málum fram? Ég nálgast þetta sem hagfræðingur eins og þú sagðir og ég var í námi og störfum þarna í 15 ár og ég komst í tæri við þessa þjóðfélagsþróun sem hefur átt sér stað núna í 50 ár þar sem laun tók að dragast aftur úr framleiðinni sem myndaði ákveðin ójöfnuð og þetta eru alveg grunnþættir í efnahagsþróun. Þannig að til dæmis laun eru undirstaða eftirspurnar í hagkerfi og framleiðni eru undirstaða framboðs á vöru og heildar eftirspurn og heildar framboð þurfa að haldast í hendur svo að myndist ekki ójafnvægi og kennslubókin í þjóðhagfræði sem Almenna bókafélagið gaf út í fyrra, þjóðhagfræði almennra skinns sem þetta Ravi Batra sem ég þýddi og skrifaði í, að hún fjallar einmitt þetta þegar misvægi myndast og það sem gerðist í Bandaríkjunum frá 72 bæði vegna ferðar Nixon til Kína af því að ýmsar breytingar urðu í heiminum á þessum tíma dollarinn fór á frjálst flug og eða flot að þessar breytingar þær urðu til þess að útflutningur til láglaunasvæða sem sagt ekki útflutningur heldur útflutningur starfa
til láglaunasvæða byrjaði sem endaði með því að bandarist verkafólk þurfti að leita fyrir sér í þjónustustörfum sem voru mun verr borguð og þetta var uppafið að því að þessi stórfyrirtæki fóru að stækka svo mikið og urðu svo öflug að það var komin eiginlega hálfgerður einokunarkapitalismi eins og Bernie Sanders talar oft oligopoly. En þetta er sko þetta stóra vandamál að lág- og miðstétt Bandaríkjanna, hún lenti í mjög miklum hremmingum út af þessu í 50 ár og þetta sést í bara hvernig menningin birtist. Það verið margar myndir sem hafa verið gerðar þjóðfélagsástandi í Bandaríkjunum, fræga myndir eins og Nomadland og No Country for Old Men og svona fjalla ýmis félagsleg vandamál sem hljótast af þessu, hvernig fólk þarf að lifa í þessu umhverfi. Svona lífskjara stöðnun sem hefur verið þarna í 50 ár. Ég mætti til dæmis 2015 upp í Háskólann Reykjavík í fyrirlestur bandarísk stjórnmálafræðings frá Harvard og ég spurði hann á fundinum hvort að þessi komandi kosning gæti orðið realigning election og bjóst við að hann myndi kannski gefa því séns. Hann sagði, nei, það hefur engin umræða verið það. Og ég hugsaði með mér, en hvað með Tea Party uppreisnina eða Occupy Wall Street umræðuna og það sem síðar kom í ljós að Trump, hann kom eftir þetta, þá bauð hann sig fram, þá kom í ljós að hann ætlaði að taka upp þennan málstað þessara lág- og miðstétta og og það var eiginlega, sko, þetta var ekki privileged discourse umræða realigning election eins og mætti kalla, heldur var þetta bara í grasrótinni að það var þarna grátleg þörf fyrir breytingu og Trump, kannski eins og Julius Caesar sko á sínum tíma, að hann var fæddur inn í elítuna en hann fór að mótinni og var populares og lenti því í andstöðu við alla öldungadeildarþingmennina sem á endanum drápan bara í samsæri. Að Trump er að gera svolítið svipaðan hlut, að hann er populist eins og Ólaf nefnir og hann er að gera þarna breytingar sem ég sá í Bandaríkjunum gegnum kennisetningar Ravi Batra sem dæmi og er í þessari bók sem ég nefndi, að hann er að hækka tolla til að styðja við iðnframleiðslu í landinu til að fá aftur betur launustörf, til að styðja þetta sem sagt að draga úr þessu misvægi sem varð og að því leitinu til er hann að gera ákveðna hluti sem ég tel að séu réttir en hins vegar er framkomans hvað hann segir og gerir, það er náttúrulega bara óalandi og óferjandi á alla máta. Ég meina og hvort hann er ógn við lýðræði að eins og Friðjón nefndi að stjórnarskráin, hún setur honum skorður að þetta er náttúrulega þrískipting valdsins, að það eru höft í kerfinu sem stöðva forsetann að öllu leiti þegar hann ætlar að fara eitthvað út fyrir ramma þess sem stjórnarskráin gerir ráð fyrir í sínu störfum. Og þannig að ég held að ógnin við lýðræði sé ekki eins mikil og þessi ásýnd sem hann hefur, en hins vegar er síðan annar undirtónn í þessu að þegar kapitalismin leyfir sér að verða svona ójafn, að þá myndast ákveðið kaos að því að þessi kenning Batra segir að með auknum ójöfnuði að þá verður meira fjármála óstöðuleika sem síðan myndar eignaverðs og skuldabólur sem eiga til að springa. En við vorum bara að nota beni hluti af 2008 bólu í Bandaríkjunum. Það var ójafnvægið í Bandaríkjunum sem var innflutt til okkar í gegnum aukið lánsfé alla heimsbyggðina. En ójöfnur hafði aukist mjög árin og undan. Í eignaskiptingu. En þetta er svona sjúkdómsgreining á Bandaríkjunum og þetta er vandi Bandaríkjunum. Það hefur verið lífskjara stöðnun á millistéttinni og þar fyrir neðan í 50 ár. Það veldur alls konar pólitískum átökum, meðal annars svona hugmyndum good old times sem að við getum endur náð í ástandi sem áður var þegar var bara ein fyrirvinna gat séð fjölskylduna og við búið í sæmilu húsnæði og allt það. En þetta er ekki svona einfalt af því að síðan kom önnur bylting og það er ákveðin menningarbylting og það er þessi sem sagt bylting allra þeirra sem hafa ákveðna sérstöðu og vilja sjást og frelsi til að vera eins og þeir vilja og það er það sem demókratar hafa hampað en Trump hefur skikkað republikanaflokkin til að hætta að styðja við þessi stórfyrirtæki og taka þessa makastefnu og margir stjórnmálmenn sem voru svona vonarstjörnur flokksins hafa hrakist úr flokknum vegna þess að þeir studdu þessa stofnanavæðingu
En ég held líka að Trump sé til þess að taka á, núna hann búinn að hóta að ef að þessi ríkisfjárlög verði ekki samþykkt og demókratar ætla að halda þeim í einhverju bara halda þeim frá því að vera samþykkt, að þá muni hann neyðast til að skera niður embættismannakerfið enn frekar. Hann ætla að nota krísuna til þess að ná fram sinni stefnu. Og þá hann í raun og veru að draga úr þessu alþjóðavæðingar stofnanaminni sem núverandi embættismannakerfi ávist að hafa, þetta deep state, að þeir styðja þessi alþjóðlegu stríð, þeir styðja þennan útflutning, venda fyrirtækin þar sem þeir að starfa út allan heim. Og það það sem þetta hluti, hann að gera ákveðna byltingu í raun og veru í stofnanagerðinni og þetta minnir mig frekar á framfaratímabilið undir William McKinley og Theodore Roosevelt sem voru með háa tolla en voru frekar svona isolationist eða einangrunna sinnaðir en þó ekki öllu leyti, það kom meira síðar. Þið að tala saman hlutir hérna. Já. Þú lýsir þessu sem upphæfi að framfara skeiði og jákvætt. Ólafur lýsir þessu sem niðurbróti lýðræðis í Bandaríkjunum og uppgangi svona einhvers konar tegundar fasisma. Þið að tala saman hlutir. Já, það nú ánægilegt að Þorsteinn að boða það sama og ég gerði í 40 ár í kennslu minn í háskólanum að tala checks and balances og auðvitað það sem að hinn hefðbundna túlkun að forsetinn honum séu mjög þröngar skorður settar en Trump hefur bara verið að fara meira og meira yfir þau mörk. Það að segja hann með þingið algjörlega í vasanum. Hann hefur dómskerfið í Bandaríkjunum hefur reyndar alltaf verið pólitíserað og Hæstirétturinn mjög pólitískur en Trump hefur gengið enn lengra í því. Þessi það að taka ekkert mark á embættismönnum, það líka nýtt í bandarískum veruleika held ég. Ég nú reyndar ennþá á því að það séu nú miklu meiri líkur á því að bandaríska lýðræðið muni lifa þetta af heldur en að það muni hrynja. En það sem nýtt að ógnin fyrir hendi. Ég held hins vegar að það sé mjög margt til í greiningu Þorsteins á þjóðfélagsþróuninni í Bandaríkjunum og síðustu 50 árin. Síðustu 50 árin og það líka að bæta þeir kannski við að mér hefur sýnst að í vaxandi mæli þá séu menn á því að vaxandi ójöfnuður eigi sök á mjög mörgum svona vandræðum sem að vestræn ríki hafa lent í og náttúrulega ein af megin skýringunum á vexti popúlismans einmitt það að sem sé stéttir sem sé hafa goldi þess til dæmis iðnverkafólkið í Bandaríkjunum sem að hefur fengið þennan ódýra innflutning að því finnst að það sé útundan og varðandi menningarvítina sem þú ert að tala alveg réttilega að þá held ég að það stafi að miklu leyti af því að ef við skoðum hvað menn voru að rífast í þessum menningarmálum fóstureyðingar, jafnrétti kynjana, réttindi svertingja, ef við skoðum hvað voru menn að rífast eða fyrir 1970 og skoðum síðan næstu 50 ár, þá unnu vinstrimennirnir eiginlega allt. Það að segja að það urðu breytingar í þá áttina til aukins frjálslyndis sem að íhaldsmennirnir á þeim tíma voru á móti. Núna í rauninni hins vegar þessi reaksjón að Trump og populistatir mjög margir þeir telja að það sé allt og langt gengið og þeir eru að bregðast við og vona að þeir geti horfið aftur til gamals tíma sem að síðan upphafin. En það sem ég vildi spyrja Þorstein kannski að ég skil alveg hvað með tollana og sem sé að hugmyndirnar að reyna að endurreisa sem sé hluti eins og kannski bílaðinaðin í miðvestrinu eða hvað það nú eru einhverja líkur á því að það verði hægt? Einhverja líkur á því að Trump geti í rauninni staðið við hann náttúrulega lofaði verkamönnunum í Michigan að
að þeir gætu bara farið að lifa tíma eins og þeir gerðu þeirra bílaðinaðurinn og á fullu. Eru einhverja líkur á því að þetta geti gengið? Já, hann að hægja á þessari orkuskiptingar stefnu sem var. Þannig að hann tekur styrkina af, að hann hægir það á. Annarkvort getur Elon Musk lækkað verð og haldið áfram að selja Teslur eða það dregur eftirspurn eftir Teslum. Eða þá að kostirnir við Tesla eru svo gigantískir að þeir selja skortið ég veit það ekki. En ég held að Trump sé ekki forsjárhyggju maður sem velji minkaeldi eða laxeldi eða eitthvað svoleiðis. Hann leyfir markanum bara að starfa en honum umhugað Leyfir líka markanum bara að stjórna loftslags aðgerðum. Ef að markanum vill ekki þá bara eitthvað aðgerðir gegn loftslags. Ég ekki alveg komin inn í þau mál alveg en hann vill bara leyfa markanum að nýta sér þá hvata sem hann að skapa með tollum. Honum umhugað að hafa þessa tækni þekkingu sem Bandaríkjunum eru nauðsynleg ef þau ætla að hafa einhvers konar forystu. Með þessari útvistingastefnu iðnaðar til láglaunasvæða þá fóru þeir að missa svo kallar know-how eða þekkingu. Og það eru oft þeirra ær og kýr og þeir eru fjandanum klárari oft í tæknimálum heldur margir aðrir og hann vill endurheimta þetta leiðtogahlutverk Bandaríkjanna á sviði tækni og iðnaðar. Þannig að ég held að það sé útskýri svolítið líka hvernig hann sér þetta fyrir sér að þetta getur bara gervigreindin, róbotar og allt þetta sem Kína á fullu líka að reyna að þróa að þeir ætla að reyna að hasla sér völl það líka og endurheimta svolítið forystulutverk. En hann treystir sér ekki til þess að setja ofur tolla á Kína. Hann veit að það muni skaða Bandaríkjunum meira. Núna að reyna að egna Evrópu í það. Er hann ekki komið með eitthvað 57% skatt á Kína núna? Hann ekki til í að setja refsi tolla á Kína. Þú voru að lesa blöðin í morgun til að vita hvert hann í dag. Já. Það kom reynda fram í ákveðin svona atvinnuuppbygging tónn hjá honum í ræðunni yfir hershöfðingjónum. Það sem hann talaði að nú þyrfti bandarísku hergagniðinaður að spýta í lófana. Við erum að framleiða miklu meira af því að það er svo mikil eftirspurn eftir því. Evrópumenn eru búin að sættast á það að leggja 5% af landsframleiðslunni í hernað og stór hluti af því mun fara að kaupa bandarísk vopn og hann var að gera samning við Sádi-Arabana og hafði svona trú á því að þeir myndu kaupa 72 þotur held ég og svo ætla hann að gera samninga annar staðar. Hann var eiginlega að kalla út í hergagniðina en að þið verðið bara brett upp ermarnar. Þið verðið að framleiða því það verður mikil eftirspurn eftir bandarísku vopnum. Það var eitt af því sem hann sagði í gær. Já, og mér finnst hann vera ægilegur pilsvaldakapitalisti og stjórnlyndur pilsvaldakapitalisti. Það er mín skoðun. Mjög skrítin blanda af í rauninni frjálshyggjumanni, nýfrjálshyggjumanni og eins og þú segir pilsvaldakapitalisti. Ég sé bara það er mjög erfitt að henda reiður eiginlega á einhverju heillegri hugmyndafræði. Hann er bara með trumpiska hugmyndafræði. Það er voða fátt sem að þú getur sagt heyrðu, þegar hann er að tala þá eru voða fáa setningar sem þú getur bent á og sagt heyrðu, þetta er eitthvað sem kemur frá Friedman eða þetta er eitthvað sem kemur frá Hayek. Það er eiginlega aldrei. Það er eiginlega ágætu punktur að benda á McKinley og Teddy Roosevelt vegna þess að McKinley er jú uppáhaldsforsetanans. Þannig að og það er hans gullni tími. Þetta er maður sem horfir til 19. aldarinnar á 21. öldinni sem fyrirmynd. Ég held að þessi framleiðslustörf, einhver af þeim geta komið tilbaka en þau vera sjálfvirkni vænt. Það eru ekki, Bandaríkjamenn eru ekki að fara aftur í verksmiðjurnar og eins og margir hafa bent á að fólk vann myrkrar á milli inn í stálverksmiðjum í Pittsburgh og víðar til þess að börnin er að kæmast í burtu þaðan, til þess að börnin er að kæmast inn í háskólana, til þess að þau gæti farið að vinna í fjármálum og þjónustu og greiningu og svo framvegis. Það var ekki eftirsóknarvert að vera í þessum framleiðslustörfum. Þú stóðst þetta á að framleiðslustörfum sem að fóru til Kína, að fólki sem að synti þeim er núna í þjónustustörfum innanlands og er að vinna fyrir Amazon og þetta dótir í. Það sem er engin verkalýðshreyfing á miklu lægri launum og einhverjum svona jaðri vinnumarkaðar án nokkurs að réttinda og getur ekki lifa af laununum sinni. Það er það sem hefur gerst fyrir verkalýðsstétt í Bandaríkjunum. Já, ég held að þetta samt góður punktur hjá Friðjóni að
tæknin hún býður upp á sjálfvirknivæðingu en eins og bara hagsagan sýnir okkur að þegar tæknibyltingar verða að við höldum öll að það verði eitthvað voðalegt atvinnuleysi vegna þess að úreldist svo mörg störf en reyndin að nýja tæknin hún skapar afleidd störf sem tengjast þessu og það hefur alltaf því sko, þannig að tekjur á mann hafa fyllt framleiðslu á mann nokkuð vel við lítum á þannig Já, við verðum áhrifavaldar Já, en vandinn að þessi nýju laun að þau endurspegli þá framleiðni sem í störfunum og því að þar þetta þjóðhagslega jafnvægi sko framkallað og ef það ekki til staðar þá heldur þessi vandræði áfram að það séu skuldsettar sko hlutabréfa bólur sem myndist og það vandinn við þær þegar það mynda svo mikið fjöldaatvinnuleysi og það það sem allir vilja forðast, þeir vilja hafa jafna þróun. Þá stundum að það rétt skilja hjá mér að það mátt að segja áðan að nú alríkið lokað og Trump ætlar að nota tækifærið í krísunni og að fækka starfsmönnum og þú telur það að vera góð aðgerð til þess að draga úr stofnanaminni inn í alríkinu sem að Ólafur að tala þessi mikilvægt. Ég bara þetta eitthvað sem ég hef heyrt, þetta ekki þess að ég telji góða og ég held að mikið af því sem hann segir samningataktík. Hann er náttúrulega bara kaupsýslumaður, hann markaðsmaður, hann með hugsunarhátt sem allt annar en þeir sem hafa komið upp bara með pólitíkinni frá barnæsku. En mér heyrist eins og þú tellir að sé nauðsynlegt að gera breytingar í Bandaríkjunum. Ég sagði það ekki. Það hins vegar eitthvað sem þeir virðast telja trúverðuga ástæðu fyrir því að gera þetta og nota það sem einhverja ógn á demókratana. Ég veit ekkert hvort það virkar eða hvort það verður gert, en þetta er eitthvað sem í umræðunni. Það sem að veldur manni áhyggjum líka ef að stofnanaminni hverfur og síðan gerist það og það sem maður óttast eiginlega mest er það að þegar dómstólar fara gegn honum að þá hlýði framkvæmdavaldið ekki dómstólum og ef að það gerist þá erum við komin í meiri háttar stjórnskipunar krísu og miðað við hvernig sumir lagaprófessorar og kennisetningamenn í republikanaflokknum og kannski orðnir komnir á miðjuna núna tala að þá það er ekkert óhugsandi að teikna upp þessa sviðsmynd að Hæstiréttur og mögulega líka sem er eiginlega líklegri sviðsmynd að Hæstiréttur ákveði að taka ekki einhverjar ákvarðanir sem hann telur vera réttar vegna þess að þeir óttast viðbrögð Trump og það er bara og þau óttast það að hann muni ekki lúta vilja og úrskurðum Hæstaréttar þannig að það hreyfing og þróun er það sem að mannum finnst einna óþægilegast það er margt óþægilegt í þessari stöðu en eitt af því sem manni finnst óþægilegt þegar maður er að hugsa einhverja mögulega sviðsmyndir og hvernig hlutirnir geta þróast áfram því að það er það sem maður leikur sér svolítið að hugsa eitthvað fram í tíman hvað ef og þetta er eina sviðsmyndunum sem maður óttast og þá svo stöðu sem getur komið upp ef að demókratar vinna eftir 13 mánuði hlutfölli núna það þarf 218 til þess að vera með meirhluta og republikanar með 219 þingmenn í fulltrúadeildinni það má ekki mikið ræða út af fyrir republikana til þess að þeir missi meirhlutan ef að framkvæmdavaldið hættar hlýða þinginu og mál fara til dómstólar annarkvort veigra sér við að dæma gegn Trump vegna þess að þeir óttast hann og óttast bulliesman sem er í gangi í kringum hann það er ekkert langt síðan að hún Amy Coney Barrett þótti ekki sýna honum nægjanlega virðingu daginn þegar þau hittust og hún fekk á sig mjög miklar árásir frá harðkjarna trumpistum
það er lesið í allt og það er hort á allt og það eru samsæriskenningar allt og allir eru með bjálka í augunum bendandi á flísar hjá öðrum sko. Og það eru vinstri sinnar sem hafa gert allu að öðrum hæstaréttardómara og það er alls konar ofbeldi í gangi, þetta er náttúrulega byssukúltúr fram og tilbaka. Já, ég meina lífi Kavanaugh var hótað sko. En þetta eru náttúrulega sko hvað ef svona spurningar sem þú veltir upp. Ég held að það hafi ekki reynt á þetta ennþá að framkvæmdavaldið hafi einhvern veginn farið að bara ignorera sko löggjafa eða dómsvaldið. Ég hef ekki séð það ennþá. Það er mjög teikt á því, en það stýrir meira og minna með tilskipunum og... Já, ég held að þessi rétt hjá þér og það hefur kannski ekki beinlínis reynt með skýrum hætti á það, en hins vegar hafa til dæmis það að stjórna með tilskipunum í meira mæli og í rauninni Obama gerði það líka reyndar sko. Ég meina þeir hafa gert það í 60 ár og hann sker sér ekki miklu meira magna. Bara á þessu kjörtímabili að þá er hann búinn að gera á einu ári það sem hann gerði á 4 árum í síðasta kjörtímabili. En þá líka var hann með fangi fullt af alls konar sko, hann fekk sand í hjólin sko, hafa verið að reyna að losa hann úr embætti og það voru stanslausar rannsóknir á honum og hann þurfti að beina mikill orku í það, segir hann síðar, að hann hafi bara getað nýtt sko hálfan starfstíma kjörtímabilinu. Já, það er náttúrulega grundvallarmunur sýnist mér á fyrra kjörtímabilans, þar sem að þeir hinir vísu bírókratar höfðu hemil á mestu vitleysunni og síðan hvernig hann kemur núna vel undirbúinn með þetta tengtak sitt og það sem hann, ég vildi kannski bæta við sko að aðaláhyggjuefnið ég tek undir með Friðjóni sko er og þó að sem maður vonir náttúrulega að bandaríska lýðræði lifi af að þá eru bara veruleg hættumerki. Hins vegar er það nú líka svona eitt af því sem menn velta gjarnan fyrir sér í stjórnmálafræði. Það er það sem kallað er unintended consequences. Það er að segja að það verða afleiðingar af einhverjum athöfnum sem eru ekki þær sem að viðkomandi ætlaðist til. Og við höfum séð nokkrar slíkar í valdatíð Trumps. Það var til dæmis áreiðanlega ekki ætlun hans að tryggja það í Kanada að frjálslyndi flokkurinn inni þar góðan kosningasigur sem að ekkert benti til og var líka merkilegur í þeim skilningi að þarna var sem að hefur orðið sjaldgæfara síðari árin að sitjandi ríkisstjórn vinni kosningar. Þetta endurtók Trump svo í Ástralíu þar sem verkamannaflokkurinn vann líka óvæntan sigur og hélt áfram í ríkisstjórn og þetta var ekki það sem vakti fyrir Trump en mér sýnist að þetta hafi að minnsta kosti skipt verulegu máli í báðum þessum tilvikum að mjög víða í veröldinni þá eru menn mjög hræddir við það sem Trump er að gera. Í febrúar þess ári voru 93% líkur á því að Pierre Poilievre yrði næsti forsætisráðherra Kanada. Nákvæmlega. Kosningarnar voru í apríl. Já. Það er nálega því að þú kemdi bæði. Má ég bæta aðeins við Smári að sko snúum okkur svo að Evrópu. Ég ætla að gera það því að þú kemdi bæði í Bandaríkin og Bretland. Já. Þessi ári verður ekki að sjást í Bretlandi, þvert á móti. Það er bara litli Trump. Þeir eru náttúrulega bara mínir elskulegu vinir í Bretlandi eru bara í tómu tjóni eins og bandaríkjamenn og hafa verið lengi og sko við þurfum sérstakann þátt til að ræða hér kosningakerfi en ég er í meira og meira mæla að komast á þá skoðun og ógöngurnar sem að Bretar og bandaríkjamenn eru í þessi árin stafi af kosningakerfinu sem að reyndar hafði gengið príðilega mjög lengi en við þessar tilteknu aðstæður sem koma nú upp með populismanum að þá valda þessi kerfi miklum vandræðum en ég vil tala Evrópu frekar en Bretland og það sem að unintended consequences Trumps á samstarfi í Evrópu er að Evrópa hefur aldrei og bæði Evrópusambandið og fleiri ríki sem eru í náinni samvinnu við þau hafa aldrei verið sameinaðri heldur en núna. Það var að vísu intended consequence hjá honum að fá Evrópumennina til að verja meiri fjármunum til varnarmála en að því þú varst að vísa í ræðuna sem að núna myndi þegar Evrópa færi að eyða meiri í varnarmál þá myndu þau kaupa vopn frá Bandaríkjunum. Er það alveg öruggt?
ég var að lesa það á dögunum að vopnaframleiðsla Evrópumanna sjálfra hefði aukist miklu hraðar heldur en nokkrum datt í hug fyrir ári eða 2. Og auðvitað Evrópuríkin hafa verið gríðarlega háð Bandaríkjamönnum vopn, alveg eins og voru háðir Rússunum gas og orku, en ekki líklegt viðbragð Evrópu að segja, heyrðu, hérna eigum við ekki bara að minnka eða vopnakaupin okkar frá Bandaríkjunum og reyna að vera okkur meira sjálfum sér nógir. Ég veit ekki alveg hversu raunhæft það er, en þetta virkar sem skilur mjög eðlilegt viðbragð Evrópuríkjanna. En það sem Trump gerði og mjög óvenjulegt sem stjórnmálamaður, að hann búinn að gera samninga, við getum kallað feita samninga við Sáta og við Evrópusambandið í þessu tolla brasi öllu, að þá var hann að semja við einstök svæði, þar sem þeir lofa að setja alveg gigantískar upphæðir sem þá eitthvað eins og 5 eða 10 billjónir dollara inn í bandarískt hagkerfi á næstu 7 til 10 árum. Það klóru sér svolítið í kollinum yfir þessu samningi við Evrópusambandið í hvaða umboði það var eiginlega gert, hver áttu að koma með þennan penning? Já, en hvað sem því líður að þá var sá samningur gerður, en þetta mun auka hagvöxt, segja þeir sem hafa gert úttekt á þessu, 1,5 til 2% ofan á base case eða grunn hagvöxtin sem 2%, þannig að það stefnir í mjög öran hagvöxt á komandi árum í Bandaríkjunum. Ekki í Evrópu? Ekki, já, ég veit það ekki, en þeir eru náttúrulega með allt annað kerfi líka og svo það tvennt, Bandaríkin eru það kapítalíska hagkerfi sem leggur mest áherslu á frelsi til verðmæta sköpunar. Evrópa hefur meira eins og bara sósíaldemókratían almennt lagt áherslu á að það sé skiptingin í lagi líka og við njótum góðs af þess og Svíar, en við höfum notað þetta gamla skattjöfnunartæki, en þarna Trump að gera aðrar breytingar sem bæta velferð með því að hækka laun, og Scott Bessent, hans fjármálaráðherra, hann súmmeraði upp efnahagsstefnu Trump sem við erum að hækka laun. Og þetta alveg mikilvægt framlag til velferðar eins og... En hvernig hækkar hann laun? Meinarðu með því að flytja inn störf? Með að skapa fleiri betur launuð störf. Það komið ljós kannski. Það komið ljós, en hann allavega búin að búa til þá hvata sem styðja við það. Það voru margir nýfrjálshyggjumenn sem að sögðu það að við lækkum skatta á fyrirtæki og eignafólk, að þá munu laun hækka. Það bara gerðist ekki. Þannig að menn eru oft með plönum eitthvað svona. Já, af því að þegar þú lækkar skatta á þá ríkustu, sem nota bene eru þeir sem lána ríkinu pening til að gera eitthvað, að þá ert að kanselera út þessari skattalækkuna breytingu, af því að það nýtist ekki, af því að þú ert að láta þessa sem lána til að brúa bílið hafa peningana sem ellegar hefðu farið í fjárfestingu, en látum það vera. En síðan skattalækkunin, hún miklu víðtækari, hún næri yfir miðstéttina og lágstéttina, og hún til dæmis lífeyris þegar í Bandaríkjunum, þeir eru núna orðnir skattfrjálsir. Það var bara, hann tók bara með einu pennistriki, þá tók hann bara af skattbyrði þeirra á lífeyrisgreiðslur. Og þjórfé og... Já, þjórfé og annað, þannig að þetta ekki sanngjarnt að segja að þetta sé bara til hina ríku. En bróðuparturinn þangað? Nei, hann náttúrulega að gera það til að reyna að fá þá til að koma inn í bandarískt hagkerfi með sína gigantísku fjármuni sem þeir hafa aflað í síni alþjóðaviðskiptum, til að fá þá til að fjárfesta heima fyrir. En þetta náttúrulega mjög víðtækar og tollarnir eru að skila billjónum í tekjur líka sem hann að nota til að skipta skattbyrðinni, þannig að þetta eins og hjá McKinley og Roosevelt, að þá voru tollar megin skattheimtu tekjustofn en ekki tekjuskattur, hann var innleiddur og síðan var hann sífellt hækkaður og tollar lækkaður. Það var það kerfi sem við höfum lifað með núna í áratugi, en nú hann að breyta þess aftur. En sem komið hefur tollahækkunin, já, skilað miklum tekjum og ekki mikill verðbólgu, en við erum bara rétt að byrja. Við erum bara, þessar ákvarðanir voru teknar í mars-apríl,
frestaðum einhver tíma, tóku gildi síðan sumar hverjar í sumar, áhrifana átt að byrja að gæta í september, október á sem sagt á innfluttar afurðir. Þannig að sko ég ætla allavega ekki að segja að þetta hafi heppnast hjá Trump fyrir við erum búin að sjá einhver tíma vegna þess að það tekur tíma eins og þú þekkir miklu betur heldur en ég fyrir sko svona hagaðgerðir að svona að settlast og hafa áhrif og settlast út í samfélagi. Og hagfræðingar sem myndu vilja andmæla Þorsteini myndu segja sér svo að það getur vel verið að detta inn einhver peningur í ríkissjóð á tímabili en háir tollar leiða til minni hagvaxtar til lengri tíma. Og minna hægra hagvöxtur, hann á uppsprettu í ef þú ert með útflutningsdrifin hagvöxt, ef að þú ert með það sem er kallað heima domestic starfsemi eða heimastarfsemi sem þá það, við erum að tala um þá neyslu og fjárfestingu og þess aftar og hann er bara að reyna að byggja upp þennan innri markað Bandaríkjanna og draga úr kannski þessu að þessum utanríkisviðskiptum sem einhvern leiðandi hagvaxtar og skulda batterið. En það sem mér langaði að segja að seðlabankastjóri í Bandaríkjunum hefur núna viðurkennt að tollarnir eins og Trump lýsti og eins og Ravi Batra, kennari minn hann sagði að tollar leið ekki endilega til verðhækkunar ef að verðið frá útflutningslandinu lækkar eftir að tollar eru komnir ef framleiðandinn erlendis kyngir hækkuninni eða þá að heildsalinn sem er að flytja þetta inn tekur hlutaði líka og þetta sagði Jerome Powell er það sem útskýrir það að þessi tollabreitingar skiluðu sér ekki sem hærra verð þeir tóku þetta. Þú kannast við þetta sem ég var að vitna í að það er margir hagfræðingar sem hefur sittið til þessu þetta borð sem að segja að þetta séu afleiðingar, þetta muni leiða til aukinna verðbólgu og til lengri tíma minni hagvaxtar og veikara hagkerfis. Það er bara þeirra skoðun en við eigum eftir að sjá eins og Friðjón segir, þetta er allt eftir að koma í ljós. Og það sem þetta er líka er að þetta er höfnun á þessum hugmyndum að ýta undir lýðræði, ýta undir velmögun með alþjóðaviðskiptum. Þetta er bara sama á Evrópuhugsjónin að með alþjóðaviðskiptum að þá er minni líkur á því að við grípum til vopna. Þannig að svo hugmynd sem er að koma upp bara alveg frá Bretton Woods og þess tíma og þar eftir það að með alþjóðaviðskiptum þá breiðum við út velmögun og lýðræði og frelsi að það sem að mér finnst óþægilegt sem fornfrjálshyggjumanni en ég vara við því að líta á þetta að hann sé að draga úr endilega alþjóðaviðskiptum, hann vill bara að það sé jafnvægi í þeim. Það sem var gerðist upp úr falli Bretton Woods að hagfræðingar fóru að segja að Vesturlönd gætu hjálpað láglaunaríkjum eða þróunaríkjum að auka hagvöxt og velmegun hjá sér með því að vera með viðskiptahalla við þau. Og þá hentaði þetta stórfyrirtækjunum mjög vel að setja innframleiðsluna út en það bara virkaði ekki. Þetta skapaði bara skuldsetningu sem var alltaf alþjóðleg skuldsetning Bandaríkjanna, hún er jafn mikil liggur við og skuldsetning ríkissjóðs. Þetta eru Bandaríkjamenn, það er allir að segja að þetta sé svo gott að fá svona ódýra vexti erlendis frá og jafnvel að taka lán í eigin gjaldmiðli og það sé mjög fínt en þetta er bara eitthvað sem er óuppgert að greiða niður þessar skuldir og Trump held ég að sjáu það og að taka á þessu bara á grundvallaratriði að laga þessa skuldastöðu en hann vill samt að hann bendir á að Japan og Evrópusambandi þeir hafa beitt tollum og innflutningshöftum á Bandaríkin hann vill að hann reyndi að láta meta hvað það væri og sagði við setjum tolla á ykkur nema þið dragið úr einhvern veginn var eitthvað jafnvægi við 15% tolla
en hann vill í sjálfu sér að það séu góð viðskipti ef þau eru í jafnvægi. En hann mat ekkert, þetta var bara viðskiptahallin, þetta voru ekki tollar eða hvaða álögur menn voru að setja á sko viðkomandi ríki, þetta var bara eitthvað svona þumalputta regla og sagði, heyrðu, við setjum grunninn í 15% og síðan ef að sko vöruskiptajöfnuðurinn við þetta ríki var með þessum hætti, þá fóru tollarnir þarna, þetta voru vöruskipti, þú ert eftir að taka þjónustuviðskiptin inn í og allt þetta. Ég myndi ekki gera lítið úr þeim embættismönnum sem hann hefur þó aðgang að. Ég held að það séu alveg hæfir hagfræðingar. Ólafur var að draga því og það eru bara fréttir fyrir mig. Ég geti vel verið illa upplýstur. Það var örugglega einhver dæmi það sko. Já, ég hafi fjármálaráðherra. Það var sko einn hagfræðingur í einu hlaðvarpi sem ég hlustaði á í sumar eða vor sem lýsti því sko að þessi leið Trump gæti gengið upp en hún væri svolítið eins og þú reyndir að þræða 3 nálar í einni hreyfingu standandi í árabát. Þannig að þetta bara ofboðslega, þú veist, þetta gæti gengið upp, en líkurnar eru litlar. Þessi efnahagsstefna, hún var ekki til mikillar umræðu. Nei. Hún einhvern veginn verður bara til og Trump bara eiginlega kynnir hana. En það sem að gerist að hún var til en fyrirtækjapressan í Bandaríkjunum leiðin ekki að... Ég segi hún var ekki mikið svona í almennu umræðu sem svona einhver valkostur. Og háskólar, þeir einhvern veginn voru ekki stiltir inn á margir sem voru til í að taka undir sko greiningu þinna að vanda Bandaríkjana með auknum ójöfnuði og kjara stöðnun stórs hóps fólks og svona tilfinningu Bandaríkjamanna fyrir það hefði ekki áhrif. En þetta sem lausn var ekki mikið í almennu umræðu fyrir núna bara kemur fram í stefnu Trump. En eftir sem áður, og þú ert að tala fyrirtækja valdið í Bandaríkjunum sem umtalsvert. Eftir sem áður eins og að það standi alltaf bak við Trump núna og hann hefur meira saminað að sumleiti mátti horfa á það að svona fyrirtækjavaldið þegar auðvaldið í Bandaríkjunum hefði verið klofið. Það voru hluti sem að fylgdi demókrataflokknum, svona tækni geirinn og fleira og Silicon Valley og eitthvað fleira en það verðist að allir að komnir á bak við Trump sem að framfyrir ykkur að stefnu sem enginn af þeim var að biðja Það borgar sig að kissa hringinn sko. Það bara málið. Ég held að þeir séu bara búin að sjá að þetta er landslægið og þeir þurfa aðlaga sig að því. Þetta er ekkit flóknara en það. Þannig hann getur eiginlega hann kosið forseti, að þá getur hann innleitt stefnu sem að í sjálfu sér var ekki til mikillar umræðu áður. Gegn stofnanaminninu, gegn auðvaldinu. Hún var ekki hluti af þessari sko forréttinda samræðu. Privileged discourse, eins og við erum oft sem erum í stjórnsýslu í háskólum eða í kennslu, að það er svolítið sko svona ákveðin svona teoretísk umræða og hún náði ekki þangað en hún var í grasrótinni, það er það sem ég var að segja. Grasrótin er bara fólkið sem er að þjást út af einhverju misvægi sem þarf að laga. Pólitíkusar, ef þeir eru næmir þá það var ekki í námi hjá sko þínum meistara. Jú, það var nefnilega í þessu námi. Hann skrifaði bók 1993 sem heitir Mýtan fríverslun sem og undirheitið var áætlun endurreisn bandarísk efnahagslífs og þar leggur hann greinir vandan og leggur til að tollar verði hækkaður úr 5 upp í 40% á sko einhverjum árum. Þetta verið aðlögun bara og þetta verið einhliða ákvörðun. Trump síðan kemur 1. apríl 2025 og segir bara, hérna er það og bara búm fyrir öll lönd í heiminum og bara heimurinn fór á hliðina. Þetta er náttúrulega, þetta er ekki góð stjórnsýsla sem maðurinn yrkar. En svona er þetta. En þetta var til í umræðinni og það var ekki tekið undir þetta í hagfræði heiminum, ekki frekar en þegar Batra var að tala til dæmis á 9. áratug að það væri ójöfnuður á bakvið þessar kauphallar bólur. Og mörgir sinnir á sunnanverðu Indlandshafi vissi ekki á hvaðan á þessu stóð veðri sko, að vera komið með toll á sig sko. Það sem ég á bara einfallega við að þetta er ekki niðurstaða eitthvað sem við getum talað sko pólitísk deigla í Bandaríkjunum að þessi stefna verði ofan. Það bara er ekki þannig. Hún var það í Reform Party. Ég er ekki að hafna því hún hafi ekki verið til. Hún var í Reform Party og sko Trump kynnist henni, sko Ravi Batra, hann var ráðgjafi Ross Perot, talaði við hann 92 þegar hann bauð sig fram á móti Bush og Clinton og síðan er Pat Buchanan sem var fjölmiðlamaður í Washington sem tekur við keflinu af Ross Perot að vera
leiðandi fyrir svona sjálfstæðan flokk sem hét þá umbótaflokkurinn og hann bauð sig fram 96 og 2000 og þar kemur Trump og að gæla við, fer til Boston og heldur einhverja ræðu og að gæla við að vera í frambóði fyrir Reformpartí og þá var bók Batra sem ég nefndi, hún var undirstöðurit fyrir Pat Buchanan og þar kynnist hann þessu en það alveg rétt að hann síðan dregur sér út úr því, hættir við og fer síðan eitthvað tala hvar Obama var fæddur 2012 og fer svona undirbúa þetta frambóð 2016. Sem mjög svona rasist innkoma inn í stjórnmálinn. En þjóðu stjórnmálafræðingur, það sem ég að reyna að tala sko, maður myndi ætla það í lýðræðislegu samfélagi að þá væri eitthvað svona umræða og það væri, eitthvað degla sem maður myndi reyna að draga upp eitthvað svona almennan sensus hvert við ættum að fara. En þarna virðist það vera það sá sem kemst að völdum, hann kemur og dregur upp þetta sem til, ég er ekki að segja að það dreigir þetta upp úr haustum á sér, þetta til, en þetta ekki eitthvað svona megin hluti umræðunar það hvort það ég að fara að lækka tekjuskatt og hækka tolla. Það bara engin rætt það fyrir 7 árum eða? Já, það var Peter Navarro komið bók út 2006. Ég veit að þetta til, en þegar þú ert að tala niðurbrót lýðræðisins, áttu til dæmis við þetta vegna þess að við höfum hort á fjölmiðlana sem umræðuvettvang eiginlega búin að bresta í Bandaríkjunum. Að sömuleit eru stjórnmálaflokkarnir ákaflega veikir og skrýtnir. Háskólaumræðan allavega hægrið lítur á það og fólki í kringum Trump lítur á það að Sipað hafi verið yfirtekið af einhverjum vinstrimönnum og frjálslyndisstefnu og við þurfum eiginlega bara að vinna það aftur því þetta veldur bara skaða í samfélaginu þannig að það er eiginlega engin svona almenn pólitísk umræði í Bandaríkjunum maður veit ekki hvað hún á heima nema helst í talkshow á síðkvöldum. Já, er þessi talkshow ekki hægt af því að flestir hægri sinni talkshow hóstarnir eru komnir í ríkisstjórnina. Það var stríðsráðurinn, það var þáttastjórnandi. En varðandi þetta að það hafi ekki verið talað nægilega mikið hvað Trump ætlaði að gera í kosningabaráttunni, það kann vel að vera rétt. En ég myndi ekki hafa alveg mestar áhyggjur af því. Við höfum ýmis dæmi það annars staðar frá. Þó að það sé auðvitað æskilegast að stjórnmálaflokkar geri skilmerkilega grein fyrir því fyrir kosningar hvað þeir hyggjast gera ef þeir koma til valda og það er kannski meginregla en við höfum dæmi hitt. Ég hef hins vegar miklu meiri áhyggjur af því að þegar að menn til dæmis eins og bandarískir hægri menn segja þessir háskólar okkar sem á óvart eru bestu háskólar í heimi eftir öllum mælikvörðum sem þar eru notaðir, að þeir eru bara orðnir einhver kommunista hreiður. Og það er bara nauðsynlegt fyrir heilbrigði þjóðarinnar að þetta helvíti verði kveðið niður. Þetta minnir maður náttúrulega á McCarthy-tímann á 7. áratugnum sem var gríðarlegur skaðvaldur og í rauninni ógn við lýðræðislega stjórnarhætti þó að það endaði nú allt saman tiltölulega vel. Árásir á frjálsa fjölmiðla og uppnefna þá marga bestu fjölmiðla veraldarinnar sem bara falsfrétta veitur, blöð eins og Wall Street Journal eða New York Times eða Washington Post, svo ég þekki það með eða Financial Times, auðvitað má finna að þeim en þar er upplýst umræða. Og almennt tala þá held ég kannski að það sem að lýðræði sinnuð öfl eigi að velta fyrir sér sérstaklega núna. Auðvitað vitum við ekki nákvæmlega hvað gerir til dæmis með efnahaginn í Bandaríkjunum. Fyrir mér er það ekki aðalatriðið. Aðalatriðið er í rauninni sú lýðræðislega ógn sem að stafar af populisturum. Hún er mismikil, hún er miklu minni í Evrópu heldur en náttúrulega í Bandaríkjunum. Í Evrópu hefur hún hingað til verið mestanpart tiltölulega meinlítil. Hún hefur haft áhrif kannski á útlendingastefnu og einhverja þannig hlutir sem mennum getur mislíkað. En í flestum Evrópulöndum eru populistaflokkarnir þar sem þeir gengur vel verið að fá milli 20 og 30% fylgi. Og það þýðir náttúrulega að 70 til 80% að kjósa einhverja aðra. Þannig að en vandinn er hins vegar sá hvernig bregðast lýðræðisinnarnir við þessum uppgangi ólýðræðislegra
popúlista. Við vitum það, Ólafur, að þeir taka upp stefnu popúlista. Nei, það ekki rétt hjá þér, nema það eða öllu heldur, það náttúrulega, þú ert að tala til dæmis útlendingastefnuna, það auðvitað eitt af því sem menn geta gert að ganga eitthvað á móts við það, en hérna, það á alls ekki við alla málaflokku og það auðvitað að íkja þetta breytingarnar sem hafi verið í útlendingamálum. En í rauninni megin spurningin og það líka spurningin eða klemman sem að demokratarnir eru núna í Bandaríkjunum áttu að keyra í þetta af fullri hörku eða áttu að laga þig að þessum popúlistaflokkum og sérstaklega fyrir hægri flokkana í Evrópu að þá voru þeirri klemmu að ef að þeir semja ekki við hérna popúlískan hægri flokk að þá kannski eru þeir bara utan stjórnar og það vilja þeir auðvitað ekki. Eða með krötum eða vinstrimönnum í svona fjólubláu bandalagi sem að skila engu. Eins og gerðist í Þýskalandi. Ég held nú reyndar að það sé þessi þýska lausn sé nú langheppilegasta lausnin sem að þeir gátu verið með á þessum tíma því að fyrir hérna kristilega demókrata að fara í stjórn með flokki sem að nánast augljóslega fasískur flokkur eins og AfD að það hefði ekki verið gott. Já. Ég hef þá trú að bandarískir kjósendur þeir hafa nú oftast tekið einhverjar ákvarðanir hver er að vera forseti eða hvernig þingið á að vera og stundum ef það er forseti sem fer aðeins lengra en á að koma að þá missir flokkurinn hans völdin í þinginu. Þannig að það alþekkt munstur líka að bremsa af einhvern sem vil stjórna of miklu og fara og víða með það. En ég held að vandinn að þetta markaðshagkerfi sem við höfum haft, við höfum ekki látið að starfa eins og raunverulegt markaðshagkerfi. Við höfum ekki beitt samkeppni nógu vel á þessi stórfyrirtæki í Bandaríkjunum. Þau hafa orðið ofurstörk á vinnumarkaði og þau hafa geta stjórnað átt pólitíkin í Washington og Trump þó allavega virðist vera bara að taka völdin af þeim í Washington sem kannski mjög stór breyting í stjórnarfarssögu Bandaríkjanna að forsetinn bara að segja við fyrirtækin nú ætlum við að fókusera á almannahagsmuni ekki ykkar hagsmuni og þið verða að laga ykkur að því. Að öðru leyti ég bara bjassinn á framtíð Bandaríkjanna að ef hann fer of langt að þá verður hann stoppaður. En ég ekki sammála því að Trump sé að fókusera á almannahagsmuni. Það blasir við að hann að fókusa á eigin hagsmuni. Við sjáum það í útgáfu á rafmynd þar sem að fjölskyldan hefur auðgast gríðarlega. Við sjáum það í hvernig synir ráðherra fylgja með í för til Katar og Sádi-Arabíu og stofna fasteignasjóði meðfram heimsóknum ráðamanna eða rétt á undan eða rétt á eftir. Þetta virðist vera einn spilltasta ríkisstjórn Bandaríkjanna í sögu Bandaríkjanna þegar maður skoðar hana. Já, þetta mjög stór fullyrðinga því að þegar þú ert að meta spillinguna þá þarftu að segja eru þessi fjármunir að hafa áhrif á hvernig forsetinn haga sér. Þetta quid pro quo að þeir koma einhverja pening inn og síðan gera hann eitthvað fyrir þá. Þannig að það gefur honum $400 million flugvél og hann fáður ekkert í staðinn. Þetta eitthvað tekið út úr líka samhengi. Ég hef fulla trú á því að demokratar að þeir geti, ef þetta eins og þú segir, svona mikið spilling, að þá muni þeir leggja alla sína krafta í að grafa hann upp og koma Trump undir lás og slá. En ég held að þetta sé þetta ósiðlegt en Trump hefur sjálfur bent á að fyrsti forseti Bandaríkjanna, George Washington, hann var milljónamæringur eða miljardamæringur síns tíma, hann var með 2 skrifpúlt í Hvíta húsinu. Annað var fyrir businessin hans og hitt var fyrir embættið. Og hann segir að þetta bara hluti, það hefur engin auðugur komið inn í Hvíta hús svo lengi en ég það. Og þess vegna réttlætir þetta. Ég ekki að taka undir það en ég bara benda á þessi rök og þetta flugvélamál að þetta ekki prívatgjöf til hans
að þessi gjöf, hann hefur sagt, get ég fengið að nota hana þarna sem stillum eftir. Hann hefur sagt að hann ætla að eiga hana. Já, fá hana í forseta bókasafnið sem verður reist eftir hans tíma og hún verði bara á einhverjum stalli þar. Þegar maður er að ræða þróun í Bandaríkjunum, þá er augljóst að það er skiptist svolítið í tvö höfn. Þorsteinn er kannski fulltrúi þeirra sem að telja að það sé bara nauðsynlegt að gera breytingar í Bandaríkjunum. Síðbregðist eins og við í að það er breytingar sem er verið að gera, að þær séu eiginlega verið að brjóta niður eitthvað sem við verðum að verja. Er þið ekki bara full íhalsamir hérna því tveir? Það er ekki eins og alltaf verið gott í Bandaríkjunum að vera Trump kom. Það er nú hérna... Ég var næstu búin að gera síður en svo. Það er náttúrulega Bandaríkin eru náttúrulega sko varðandi söguna sko, þá náttúrulega var stjórnkerfi, bæði embættiskerfið og stjórnmálakerfið á 19. öldin í Bandaríkjunum, það var gjörspillt. Og það voru hins vegar þá á fyrir hluta 20. aldarinnar, þá var embættismannakerfið tekið í gegn og varð miklu heilbrigðara og líkara því sem að evrópsku kerfin eru. Þannig að spilling er svo sem ekkert ný í Bandaríkjunum og svindl í kosningum hefur verið algengt í Bandaríkjunum í gegnum tíðina. En hins vegar þá held ég að þetta sé hættulegra ástand sem við erum með núna heldur en við höfum nokkuð tíman haft áður. Ef að það er íhaldssemi að vilja halda í lýðræðishefðir sem hafa þróast í Bandaríkjunum á síðustu 200 árum og ef það er íhaldssemi að vilja til dæmis varðveita þann vísi að velferðarkerfi sem að felst bæði í Medicare og Medicaid og síðan í Obamacare sem að minnst að kosti demokratarnir segja og ég hef nú séð einhverja hagfræðinga taka undir það að þessi stóri fallegu lögin hans Trump sko sé að rústa að þá er það íhaldssemi sem að ég er alveg tilbúin þó ég taki nú venjulega ekki afstöðu í pólitík að þá er þetta íhaldssemi sem að ég er algjörlega tilbúin til að standa fyrir og ég hef einmitt var að lesa það var bara svo mikil nauðsyn á breytingum að þótt að bresti hér og þar í að meðan að breytingan ganga yfir verður ekki að þola það? Já, það sagði Stalin það er ekki hægt að gera alvöru þjóðfélagsbreytingar án þess að drepa einhverja. En ég geti líka bent aftur á Júlíus Sesar að þegar hann kemur til sögunar í rómverska lýðveldinu 46 fyrir Krist og fer í borgarastyrjöldina við yfirstéttina þar að þá voru búin að vera í meirinn 100 ár svo kallað þrælastríð. 3 þrælastríð og það var mikil ánauð á landeigendum og leiguliðum og rómverskt lýðveldi það var svolítið eins og Bandaríkin eru búin að vera núna undanfarna hálfa öld. Það var mikil upplausn og það var mikil óánægja og Sesar kemur þarna inn og síðan er hann drepinn, síðan kemur kjörsonur hans og nær völdum og innleiðir rómverska heimsveldið en þó undir ásýnd hins gamla kerfis þannig að hann var með öldungadeild og hún fekk að setja gúmmistimpla á öll skjöl hans en síðan ríkti friður í 200 ár. Ég veit ekki hvort við stöndum frammi fyrir því í Bandaríkjunum að það sé að verða einhver hvort að hann verði undanfari einhvers konar miklu sterkara framkvæmdavald sem verið hefur en ég held að Ólafur sé að pikka upp á þetta og við sjáum það náttúrulega út frá okkar eigin kerfi og sem við höfum alist upp við að öll kerfi enda einhvern veginn, þau enda oftast illa og við sjáum sko að það hafa verið herveldi, það hafa verið trúveldi og síðan hefur verið auðmannaveldi, það var lénsveldið var auðmannaveldi. Þetta er flóknara heldur en Karl Marx benda og hann taldi þetta allt bara peningana. En ég held sem sagt að við getum verið að horfa upp á einhverja þjóðfélagsbreytingar næstu 100-200 árin sem við munum telja sko fyrirfram að sé ekki góð en verði samt út af því að kapítalíski heimurinn hann hefur ekki staðið sér nógu vel
En við þurfum að varðveita kapitalska heiminn, við þurfum að varðveita markaðshagkerfið og styrkja það frekar heldur en að láta þróunina fara í þessa átt. Markaðinn en kannski fórna Já, því hann skilar þessu bara velferðinni. Sko, ég held að það er ekki þannig að það sé allt ómögulegt sem að Trump gerir. Það er ekki þannig og það gildir ekki nokkurn Nei, og búrókrasían í Bandaríkjunum sko En flest allt myndur þú segja líklega. Nei, og sko allar búrókrasíur, hvort sem búrókrasían í Bandaríkjunum eða Sameinuðu þjóðana eða hvað svo sem hafa gott af því að það sé svona að búrið sé hrist stöku sinnum. Og það blasir við að peningasóunin í bandaríska alríkinu hefur víða verið algjörlega sturluð og peningum varið og ég man þegar ég bjó út í Bandaríkjunum að það kom upp spillingamál í hernum þar sem að herinn hafði verið að kaupa skrúfur og klósettsetur og blýanta og penna af einhverjum birgja í Virginíu. Og það var allt auðvitað 14 sinnum til 30 sinnum hærra verði heldur en gast fengið út úr búð og þannig að fólk hefur misnotað sér aðstæðu þarna og það er fullkomlega óeðlilegt til dæmis að þingmenn Bandaríkjanna koma inn venjulegi launamenn og fara út örfáum árum seinna sem milljónamæringar á bandarískan mælikvarða vegna þess að innherja viðskipti eigi ekki við þá. Það er alls konar svona hlutir sem að má alveg hrista upp í. En Trump nú að taka þátt í sjálfur Já, það er nefnilega málið og líka það að ég er ekki sammála því að þetta hafi verið einhver upplausn síðustu 50 árin. Jú, síðan Watergate hefur verið og sérstaklega kannski síðan Watergate hefur verið ákveðin svona spenna og allir þeir sem hafa verið kosnir forsetar í Bandaríkjunum fyrir utan Bush eldri hafa komið inn með einhver loforð það að breyta Washington. Carter ætlaði að gera það, Reagan ætlaði að breyta til, Clinton og Bush yngri og guð minn góður, Obama ætlaði að gefa okkur von og svo framvegis Þannig að en við höfum samt sem áður upplifað hérna á Vesturlöndum velmegun, frið, ekki bara á Vesturlöndum heldur, það hefur aldrei verið hlutfallslega færri í fátækt, í sárri fátækt í heiminum. Þannig að heimurinn er á betri stað núna heldur hann var fyrir 100 árum eða 200 árum eða 300 árum síðan. Fríðan, þetta erindi hefur verið farið til fólks í Bandaríkjunum og sagt að það sé aldrei færri verið fátækir í heiminum en fólki segir, mér alveg saman það þótt að einhverjir kynverar séu ekki eins fátækir að voru áður. Ég bý í samfélagi sem er bara stöðnun og mín fjölskylda hefur hort upp á efnahagslega stöðnun og lífskjör okkar eru lakar heldur voru fyrir 50 árum. Þannig að ég ætlaði bara að kjósa eitthvað nýtt, ég ætla að kjósa Trump en ekki þig. Og það sem ég er að velta fyrir mér, er það ekki alveg borin von að demokratar geti komið til kjósenda og verið að verja ástandið eins og var áðan sem að við erum svolítið búin að lýsa þarna núna að það hafi verið svo slæmt að fólk velur valkostin Trump alltaf koma í vörninni fyrir ástandið sem er að Trump sé að eyðileggja það sem áður var og við skulum bara fara til aftur til 2010. Já, algjörlega vonlust pólitísið að þeir geri það. Trump er búinn að færa línuna í pólitíkinni í Bandaríkjunum og ég sagði nú fyrir örfáum dögum síðan að ég held að næsti forseti Bandaríkjanna verði sá vinstri sinnasti sem við höfum séð í sögunni vegna þess að pendúllinn sveiflast alltaf í einhver aðra átt heldur en hann hefur verið hvað það hefur í för með sér varðandi frjálsviðskipti og varðandi markaðshagkerfi og kapitalska hagkerfi veit ég ekki en þá ætti að vera komið í ljós hversu vel þessir tollar virka við að venda þessa starfsemi. Ég meina Biden afnam ekki alla tollana sem að Trump setti á. Hann var minni free trader heldur en Obama og en ég held
sko, þetta er alveg rétt og það að segja varðandi sko svona lægri millistétt og lægri stétt í Bandaríkjunum. Einu kjarabætur sem að þau hafa fengið með ódýrari í síðustu 30 árin með ódýrari vörum frá Kína og tilboðum í Walmart. Ég vil bara taka fram að Ravi Batra greindi þetta líka og hann sagði það sem verkafólkið fær í lægra vöruverði bara lítill hluti af því sem það tapar í launum. Algjörlega. Nei, þetta er falskur ávinningur. Já, það er alveg rétt og það er skiljanlegt að þau bregðist við með þessum hætti og ég held að katalistinn af því sem að kjör Obama hafi verið katalisti fyrir mjög marga vegna þess að það leysti úr læðingi svona ákveðna rasískar hugsanir og sem að sko fólk lifði sér og ég er ekki að segja að allir kjósendur Trump séu rasistar, alls ekki. Ég held að það verið verið sigur þess að hvað Bandaríkin voru opin og orðin órasísk í raun og veru. Að ég held að þetta rasíska flagg að það sett á loft allt og mikið. Ég held að í rauninni þá ekki einhver rasismi í gangi, ekki frekar en hér á landi. Ég meina það einhverjir, en þetta er ekki meiri hlutin. Já, veist að Friðjón að segja að fólk hafi ekki kosið Trump vegna sem rasisti, þetta þrátt fyrir að sé rasisti. Það stór hluti. Já, algjörlega. Og líka bara sko vegna þess að maður var við það er rétt að þegar Obama var kosinn og þá bjökum við út í Virginíu og það var sko þegar ég kom inn í DC í vinnuna morgunin eftir og miðvikudagsmorgunin þá sá ég sko fólk fallast í faðma út á götu, það var sko þannig gleði og hamingja og það sko einhver von í lofti og þetta við vorum að leiðin í einhver svona í áttina Camelot og en síðan sko verða ekki þessar breytingar og vonin brestur og en sko það sem ég var samt sem maður var við það að umræða fólk sem að var ekki tilbúið til þess að tala á sérstaklega rassískum nótum fór að tala fæðingarvottorðið, fór að tala alls konar hluti sem að var ekki að tala áður vegna þess að því fannst svona svartimaðurinn vera komin of langt. Ég held að þetta hafi bara við að Trump sá ákveðin veikleika sem hann gat nýtt sér, hann tækifæri sinni og þarna var eitthvað mál sem hann gat veikt. Ég er ekki að segja að Trump sé rasisti. Ég gat veikt í rasistunum. Og vakti athygli og meiri sé að sko fekk á sig þarna í correspondence dinner þarna þegar þeir gerðu grín á honum. Þá var hann komin einhvern veginn á dagskrá. En ég held að sjokkið fyrir sko hvítu lágstétt sem að var sko svona mögulega og það bullandi rasismi í Bandaríkjunum út allt. Að þegar það sá að það var komið svartur maður í Hvíta húsið að það hafði áhrif í einhverjum hópum og ég held sko miklu stærri hópa heldur en við gerum okkur grein fyrir til þess að það svona radikaliseraðist meira heldur en áður. Og það efnahagsástandið sem radikaliserar fólk og þannig koma öfgarnar bæði í vinstri og hægri og eina lausnin að bæta hag þessa fólks og það Trump sennilega að gera. Og það held ég að sé það mikilvægt. Ég held nú reyndar sko að það sé ennþá bullandi rasismi í Bandaríkjunum. Auðvitað hann minni heldur en hann var áður. En við getum aðeins hugsað það til dæmis varðandi rasismann. Hvað þýðir Make America Great Again? Fyrir rasistunum þýðir það að verða ekki svartur maður í Hvíta húsinu. Það þýðir væntanlega að við förum aftur til, segjum, 1950. Hvernig var ástandið í Bandaríkjunum varðandi rasisma 1950? Það var náttúrulega bullandi mismunun og ég held að þarna við Þorsteinn eins og ég var að tala áðan sko að þróunin á 50, 60, 70 árum hefur verið í áttina til aukins frjálslyndis, minni rasisma. Núna þessi hópur sem að í kringum Trump að bregðast við þessari þróun sem honum líkar illa og það eina af ástæðunum fyrir því að menn styðja Trump. Má ég spyrja stjórnmálafræðingina einu? Segjum að tökum bara mat Friðjóns að sé hætta á því að það verði vinstri sinnaðasti forseti sögunar verði kosið næst. Ég kalla það nú enga hættu. Ég að tala út frá herbúðum Trump. Vinstri sinnaðasti forseti í sögu Bandaríkjanna, hann yrði nú sennilega eins og sænskur móderati. Ég að stilla sig eða hefbundin hægri maður í Evrópu. Ég að stilla fyrir því frá herbúðum Trump.
Einhverju segja að kannski hefur Þorsteinn rétt fyrir sér að það verði efnaðslegur ávinningur af stefnunni mun koma fram og fólk mun kjósa með buddunu og kjósa okkur. Og þá mun einhver segja, já, við getum kannski ekki alveg treyst á það. Þannig að við verðum að gera einhverjar breytingar í samfélaginu til þess að láta sjónarmið vinstrisins verða eiginlega óamerísk. Þannig að þau verða eiginlega óboðleg í pólitísku umræðu. Þess vegna verðum við að ráðast á háskólana, fjölmiðlana og við verðum að gera þeim eiginlega ófært að bera á borð sína stefnu. Þannig að það verið túlkuð það að þessi bara handbendi erlendra stórvelda eins og var á McCarthy-tímanum með einhverjum hætti. Heldur að þetta sé hluti af þessu sem að má sjá. Ég meina þetta hefur hljómgrunn inn í ríkisstjórn og aðstofamannaliði Trump. Þau tala svona og sérstaklega eftir morðinu á Kirk. Ég held að það sé hætta á þessu og það sem að náttúrulega er sko skýrasta dæmið auðvitað það að Donald Trump og hans fylgismenn reyndu valdarán eftir að hann tapaði kosningum. Þetta er mjög umdeilt. Það er ekkert umdeilt. Þetta er víst umdeilt. Þetta er bara mjög umdeilt. 13-21. Þetta er túlkun demókrataflokksins en þetta er umdeilt. Ég var bara að benda Ólaf að það með undir hérna við þetta borð. Hvað segirðu? Það með undir þetta borð. Ég meina nú hérna. Trump gengur bara of langt. Hann hleypir bara upp og svo bara lætur hann eitthvað gerast. Ég meina það er náttúrulega, við getum fordæmt það, en þetta var ekki skipulagt. Þetta var ekki skipulag valdaráns tilraun. Ég er ekkert að halda því endilega fram hversu skipulagt það er. Það er bara augljóst að þetta var tilraun til valdaráns. Það er að segja að það var gerð þarna tilraun til þess að beita ofbeldi, til þess að koma í veg fyrir það að réttkjörinn forseti að kosning hans yrði staðfest með eðlilegum hætti. En Ólafur, þú hefur oft sagt að það er mikið kosningasvindl í Bandaríkjónum og Trump eins og demókratar á undan honum kvartað undan kosningasvindli. Það kom í ljós að það var ekki fótur fyrir því en á þeim grundvelli var þessi fundur hans haldinn í Washington 7. janúar til að mótmæla og láta rannsaka kosninguna. En leiðtogi republikana í öldungadeildinni Mitch McConnell, hann var nú ekkert honum fannst þetta ekkert léttvægt mál. Mike Pence fannst þetta ekkert léttvægt mál þegar fólk öskraði hengjum Mike Pence og ruddist inn í þinghúsið. Þetta var bara tilraun til valdaráns af múgnum. Það má alveg segja það hafi kannski verið unintended consequences hjá Trump að fólki réðist inn í þinghúsið. Við getum náttúrulega deilt ég vil svara spurningunni sem að þú varst með Mári. Ég held að það sé hætta á því að Trump-liðarnir, makarhreyfingin grípi til ólýðræðislegra aðferða til þess að koma í veg fyrir að demókratar geti unnið kosningar. Hins vegar þá er ég líka viss það, eða tel mjög líklegt að ef að þeir grípa ekki til slíkra aðferða að þá muni almenningur í Bandaríkjunum sjá ljósið og kjósa gegn Trump í almennum kosningum þegar það kemur meðal annars í ljós að niðurskurðurinn á Medicare og Medicaid sem að ég var nú að lesa að geta auðveldlega leitt til þess að einkareknir spítalar fari á hausinn og hvar eru þessir einkareknir spítalar? Þeir eru í dreifbílinu, kjörlendum Trumps og alls konar þannig og fyrir utan náttúrulega það sem Þorsteinn nefndi að ef við horfum nú bara til midterm elections þá er það náttúrulega nánast regla að flokkur forsetans tapi þannig að demókratarnir ætti að vera nokkurn veginn öruggir sigur í þeim kosningum ef að ekkert gert. Nú hafa náttúrulega repúblikanarnir hins vegar verið að gerrymandera eða hagræða kjördæmamörkum meira heldur en nokkuð tíma hefur verið gert og það nú alltaf erfitt að bæta þau met sem að þar hafa áður verið sett í Bandaríkjunum og það sem að gerast þar núna það er að segja að republikanarnir hafa verið að ætla að gerrymandera í Texas þannig að þeir bættu þó nokkrum fulltrúdeildarsætum við sig. Demókratarnir geta gert það sama í Kaliforníu og í New York hinga til og það kemur líka að spurningunum sem ég var að reyna að nefna áðan hvernig eiga menn að bregðast við
háska eins og populismanum. Demókratarnir hafa í of miklu mæli verið að segja, sem þeir orða svona, when they get low, we get high. Látum þá svindla, eins og til dæmis með kjördæmamörkunum, en við ætlum að vera hér hinir heilógu og... En hafa samt sem að þeir gerrymanderað massíft, sko. Auðvitað hafa þeir gerrymanderað. Og ástæðan fyrir því... En hins vegar, sko, svo ég má klára þetta, að núna auðvitað eina vitið fyrir demokratana að slást við republikanana á þeirra eigin plattformi. Ef að þeir ætla að gerrymandera með þessum hætti í Texas, þá eiga demokratarnir að gerrymandera á sama hátt í Kaliforníu og í New York, og í Kaliforníu þurfa þeir reyndar þjóðaratkvæði, en kannanir benda til þess að það verði samþykkt að þeir fái að gerrymandera þar. Það er En ég ætla að benda á að þetta gerrymandering tækifæri núna er tengt sko nýju manntali, þar sem sko demokratar hafa nýtt sér að ólöglegir innflytjendur, eins og svo kallaðir, eða bara innflytjendur, sem eiga ekki að hafa kosningarétt, að þeir eru taldir í þessum gerrymandering En manntalið var gert fyrir 5 árum, sko. Já, og þetta er, og þeir líka... Og kjördæmunum var breytt fyrir, sko, 4 árum. Þetta er gert á 10 ára fresti, en þeir fara þarna inn á miðju sem er óreglulega og óvenjulega, en þeir gera það í þessum swing states, þar sem þeir telja miklu máli skipta. En þetta er ástæðan að þeir telja að demokratar hafa misnotað að allir þessu ólöglegu innflytjendur, að þeir hafa hjálpað þeim að ná kjörnum sætum. Þetta er engin swing state, Texas er ekkert swing state. Sko, það munar ekki miklu. Það sem er að gera er í rauninni gerrymandering felst bara í það að þú býr til kjördæmi, þannig að þú færð fleiri þingmenn heldur fylgið þitt segir tilum. Og það hefur í rauninni ekkert með það að gera hvort að ólöglegir innflytjendur eru inn í kjósendahóknum við ekki, nákvæmlega ekki neitt. Þeir geta ekki kosið. Nei, þeir geta ekki kosið, en þeir geta réttlætt skiptinguna á kjördæmum á grundvelli mannfjölda, og þá eru taldir með þessir, og replikanar eru með völdin núna, því að hann vann öll 7 swing states, að þá eru replikanar með völdin í þessum fylgjum og ætla að nýta sér það. Það er forsetakosningar, það hafa ekkert með það að gera hver getur gerrymanderað í hverju fylgi. Það eru þingin í fylgjunum sem að ákveða hvernig kjördæmaskipunin er. Já, en þetta gerðist í Texas vegna þess að þeir eru meirihluta og viðbrögð demokrata voru að flýja fylkið og fela sig. Já, það sýnir bara best í hvers konar ógöngur þetta kerfi er komið. Við erum komin í ógöngur með þennan þátt, hann er orðin svolítið langur, en þetta er mikilvægt umræðandi sem við erum með þetta. Og við munum þurfa að vera að ræða þetta bara næstu viku, mánuð. Við erum alltaf eftir að ræða það hvort að kannski eins og Þorsteinn var nú í að öll kerfi líðundir lok, kannski er vestrænt lýðræði bara líðundir lok, kannski er bara Kína sem hefur náð rosalegum efnahagslegum árangri undir einræðisstjórn. Kannski er það bara það sem við Þeir eru samt í stórkostlegum vandræðum og bendir allt til þess að þeir lenda í miklu vandræðum næsta ári. En ég ætla að benda á að við munum halda áfram að tala svona tíma Trump hérna á miðvikudögum, og þá kemur ólíkt fólk hingað, en margir koma aftur og þannig ég býst við að sjá okkur alla hérna aftur seinna í Trump-tímanum. Þá sláum við botnin í Trump-tíman, en við ætlum ekki að slá botnin í Rauðaborðið, það verður umræða hér eftir augnablik. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.